Þú sagðir að hérna inn í Brekkuskóla í dag þar sem hún varst að skrifa undir ásamt fleirum undir þjóðarsáttmála læsi að konunni hefði ekkert litist á blikuna þegar þú lagðir af stað í morgun og sagðir að förinni væri heitið til Akureyrar. Segðu mér aðeins frá því. Já, umræðan hefur verið þannig svona að þessu hefur verið stillt upp svona sem átakamáli en í grunninn það ekki og ég held að við séum öll sammála það að við viljum gera allt sem við getum til þess að kenna börnunum okkar að lesa og hvort sem að menn styðjast við eina aðferð eða aðra í þeim málum, þá skiptir það ekki máli, aðalatriðið árangurinn. En leið það svo líka að það hefur verið miklu meiri umræða læsismál og það svolítið svona hverst á undanförnum dögum en ég á nú von á því að það sé að lægja og við séum öll að sjá stóru myndina sem þetta sameiginlega verkefni okkar. Þannig að konan mín var alveg satt að rólið þegar ég var farin út úr dyrunum. Við myndum skila þér heilum og höldum. Já, mér skilað. En aðalmálið sem sagt snýst það að það virðist sem svo meðan við þá mælikvarða sem nýttir eru að læsi og lestri og lestarskilningi sé að raka og þú sagðir það með við PISA-rannsóknina þá væru við að nálgast lönd sem við vildum kannski ekki verið í samanburði við. Þannig að þú telur þetta vera þjóðþrifamál. Hversu mikilvægt mál telur það vera? Það erfitt eiginlega að finna orð það hversu mikilvægt þetta því að þetta gríðarlega mikilvægt fyrir okkur sem efnahagsmál. Nútíma hagkerfi byggja á menntun og vísindum og rannsóknum og ég hef stundum verið að benda á það hér í ræðum að það umhugsunarefni fyrir okkur Íslendinga hversu til dæmis framleiðni á hverja vinnustund, hversu lág hún hér, að við þurfum að vinna lengur heldur en aðrar þjóðir á hverjum degi fyrir sömu verðmætum og þetta skerðir lífskjörun okkar. Þannig að menntakerfið okkar verður að minnstakosti að vera jafngott þeim sem að best standa sig hvað þetta varðar. En þetta líka alveg risastórt mál fyrir hvern og einn einstakling. Barn sem í þeirri stöðu við lok grunnskóla geta ekki lesið sér til gagns á miklu takmarkaðri tækifæri heldur en hinn börnin. Og við viljum svo sannarlega að sé þannig að börnin okkar eigi sömu tækifæri óháð tekjum foreldranna eða félagslegri stöðu þeirra þegar þau leggjast á til lífið eftir að grunnskóla lýkur. En þá aðeins að þessu eldfinumáli því það varð allt brjálað hreinlega. Það kom forsíðu viðtal við þig í Fréttablaðinu þar sem að fólk einfaldlega las það út að byrjendalæsis hugmyndafræðin sem að var þróuð meðal annars hér við skólaþróun Háskólans á Akureyri. Já, það leit bara út eins og það væri henni að kenna að bara lestri hefði hrakað á Íslandi og allir í rauninni í sjokki. Það varð allt svolítið, bæði kennarasamfélagið, fræðasamfélagið, háskólinn og allir, það fór einhvern veginn allir í hnút. Já, það fór af stað mikil umræða sjálfsögðu og kannski vegna þess hvernig þetta var borið á borð en ég held og ég tek undir með ráðherra að þetta mál sem þarf bara að ræða á faglegum grunni og þarf að ræða í fræðasamfélaginu og það eiga menn að takast á það og fara yfir það. Það ekki mál sem við ráðherra setjumst yfir og ræðum og leysum. Sveitarfélagið rekur vissulega leik- og grunnskólabæðarins og tónlistarskólabæðarins og það okkar að bera ábyrgð á því að það sé gert almennilega. Við sækjum síðan okkar ráðgjöf í dag til Háskólans á Akureyri, til Miðstöðvar skólaþróunar og við getum sótt aðstoð víðar, gerum það í dag og höfum bara haft góða reynslu af því en þessi umræða sem fór í lofti, hún þarf bara að eiga sér stað á þeim vettvangi milli þessar aðila á þeim faglega vettvangi sem hún á að vera. Þannig að þú skrifar undir fyrir hönd sveitarfélagsins í dag þrátt fyrir náttúrulega ólgu. Það hlýtur að hafa verið rætt innan bæjarkerfisins hvort að einfaldlega ætti að gera það með að við þá gagnrýni sem kom fram á þá umfjöllun sem ráðherra setti fram. Já, ég er aldrei í vafa í okkar huga að undirrita sáttmála læsi vegna þess að við erum skuldbundin því að taka þátt í þessu verkefni og viljum einmitt snúa bökum saman eins og ég sagði í mínu ávarpi við ráðuneytið og við aðra skóla og önnur sveitarfélög til þess að ná þessum árangri. Þannig í okkar huga var aldrei spurning það að undirrita þetta. Spurningin það kannski hvernig menn ætla að túlka aðkomu menntamálastofnunar að þessu verkefni og við höfum fengið ákveðna yfirlýsingu frá þeim það hvernig þeir sjá það og við bara fögnum því að sú yfirlýsing hafi komið og það stóð aldrei neitt í vegi fyrir öðru annars undirrita. Segðu mig þá aðeins frá þessari yfirlýsingu menntamálastofnunar. Ég voðalega erfitt með þetta orð. Menntamálastofnunar. Í hverju felst þú? Það auðvitað kjarni málsins sem einmitt hér nefndur að Menntamálastofnun hún ekki að fara að taka ákvarðanir til dæmis hvaða aðferðum beitt í skólanum til að kenna lestur, hvort sem það byrjendalæsi eða einhverja aðrar aðferðir. Það auðvitað áfram eins og verið hefur og á að vera verkefni kennarana og skólastjórnenda að meta það hvaða aðferðir nýtast best og við vitum það reyndar að það ekki einhver bara ein aðferð sem best. Það alveg augljóst og allt bendir til þess að við þurfum að ráða yfir mörgum mismunandi aðferðum og nálgunum því að krakkarnir okkar eru misjöfn.
og það ekki hægt að setja þau öll í einhvern veginn sömu aðferðina að steypa þau í sama móti. Þannig að það auðvitað grundvallarhugsunin. Menntamálastofnun síðan að leggja til meðal annars skimunarpróf og þróun á þeim. Þar verða líka starfandi læknisráðgjafar sem veita ráðgjöf og aðstoð óháð því hvaða aðferðir notum við lestrarkennsluna. Er það ekki sambærilegt við það sem gerist hjá skólaþróunarsviði Háskólans á Akureyri? Já, aðalatriðið þarna að þarna ekki verið raunverulega að vinna eftir einhverju sérstakri aðferðafræði. Þetta óháð aðferðafræðinni, þannig að skóli sem segja að nota byrjandalæsi getur nýtt sér þessa aðstoð sem og líka skóla sem ekki að nota byrjandalæsi. Nú talaður að það færi töluveri fjármunir vonandi í þetta verkefni enda sé það þjóðþrifamál. Í hvað fara þeir peningar og fara þeir til dæmis að einhverju leyti út á land eða því að það var nú töluvert til umræða, það eru ráðinir 10 grunnskólakennarar aðeins í Reykjavík en hvergi annar staðar. Sérðu fyrir þeir til dæmis að skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri fái hlut á kökunni? Það sem að vera að leggja upp hérna, til dæmis með ráðningu þessara lestrarráðgjafa, að þeir vinna fyrir all landið, fyrir alla skólana. En af hverju má ég spyrja, af hverju eru þeir bara í Reykjavík? Já, þeir eru óháðir nefnilega fyrsta lagi og það er aðalatriðið. Þeir eru nefnilega ekki að koma inn til þess að vinna eftir ákveðinni hugmyndafræði hvernig á að kenna lestur. Það er að segja að gera upp á milli hvað það varðar, þeir eru að vinna alveg óháð því. Og er það bara hægt í Reykjavík? Nei, en þeir eru aftur mútið ráðnir þessari stofnun sem staðsett í Reykjavík, svo getur menn nú reynda rætt það hvort að þessi stofnun ætti að vera hér á Akureyri eða á Egilsstöðum einhvers staðar. Eða bara án staðsetningar? Jú, en málið er að það er einmitt þessi menntamálastofnun sem hefur þetta hlutverk fyrir okkur skattgreiðendur í landinu og fyrir ríkið, fyrir hálfu ríkisins, að sinna þessum málum. Þetta voru þetta námsmatsstofnun og námsgagnastofnun sem voru sameinaðar í eina stofnun nú nýverið með lögum síðastliðið sumar. Og báða þær stofnanir voru í Reykjavík og það starfsfólk sem þar er. Þetta einungis lítið hluti af þessu verkefni öllu saman en mjög mikilvægur sem eru þessir lestrarráðgjafar. Að öðru leyti það síðan þróun á til dæmis skimunaraðferðum og prófunum sem við þurfum á að halda varðandi í læsi og svo framvegis og framvegis. Það sem þetta ekki, og það er alveg rétt að bara ræða það strax, þetta ekki byggðamál í þeim skilningi hvar við komum fyrir störfum. Þetta fyrst og síðast spurningin það hvernig kennum við börnunum okkar best að lesa. Við getum ekki haft það þannig að 30% drengjan okkar get ekki lesið sér til gagns og 12-14% af stúlkunum geta það ekki heldur. Þannig að þetta snýst hvorki Akureyri eða Reykjavík eða Ísafjörð eða Egilsstaði. Þetta snýst börnin okkar og umræðan á að vera það. En nú kennaradeild við Háskólann á Akureyri sem eina bæjarfélagið utan höfuðborgarinnar sem kennir vissulega grunnskólakennaranám og með skólaþróunarsvið. Hvernig slær það ykkur á Akureyri að þetta sé einvörðingu í Reykjavík? Að menntamálastofnun sé einvörðingu í Reykjavík? Já, til dæmis við þetta átaksverkefni sem, hvað var þetta ekki kallað, landsliðið var ráðið í Reykjavík 10 grunnskólakennarar og það væri bara möguleiki að þeir væri í Reykjavík. Já, í fyrsta lagi samkvæmt mínum upplýsingum þá er ekki búið að ráða ennþá alla ráðgjafana, þannig að það er nú líka spurning hvort það tekst að ráða alla þessa ráðgjafa. Þetta er náttúrulega gríðarlega metnaðarfullt að ráða svona marga ráðgjafa til þess að sinna þessu starfi og ég er ekki að gera lítið úr því að það þarf kannski og sjálfsagt að gera það. En hvort séu allir fyrir sunnan eða ekki, það er bara mál sem að þarf taka sérstaklega á. Nú ef menn vilja búa annar staðar þá held ég að getur nú alltaf verið mikið mál fyrir stofnununa eða einhverja ráðgjafa sem vilja búa hvar sem á landinu, ég ætla ekki endilega að nefna Akureyri, að þá sjálfsagt geta þeir rætt það við bara sín forstjóra og fengið úrlausn sinna mála. Ég held að það sé nálgunin sem við þurfum að hafa í þessu en stofnunin fær einhverja höfuðstöðvar. Við þekkjum þessu umræðu varðandi aðrar stofnanir. Ég ætla ekki að nefna ára nafn endilega. Þannig þetta spurningum hvaðan stjórnunin en við sjálfsögðu störfunum síðan drift landið og ég held að það hljóta að vera hægt í þessari menntamálastofnun þó að umræðan hafi farið af stað. Kannski bara við má segja bara aðalatriðið í þessu þetta. Verkefnið mjög skýrt. Það það að koma okkur úr þessari stöðu sem óásættanleg. Og hitt líka það að þetta átak til ákveðins tíma. Við erum ekki að setja hér upp varanleg störf. Þetta átaksverkefni reynda til 5 ára sem að líkur þá vonandi með því að við erum þá búin að breyta hjá okkur inn í skólanum hvernig við vinnum varðandi kennslu í lestri annars vegar og hins vegar þetta líka stór hluti átakinu hvernig fáum við heimilin með okkur. Hvernig tryggjum við það að krakkarnir æfi sig að lesa. Þess vegna eru heimil og skóli þáttakendur í þessu átaki og mjög mikilvæga þáttakandi og skrifar undir samkomulagi með okkur hérna. Ég stundum verið að benda á það að þetta svona svipað eins og ef þú ætlar að læra hljóðfæri. Ef þú ætlar bara að spila hljóðfærið þegar þú fer í spilatíman hjá kennarunum og aldrei þegar þú ert heima, þá muntu aldrei geta leikið á hljóðfærið. En það held ég að nú sé hvergi gert þannig. En því miður þá vitum við að hluti af vandanum sá að það vantar upp á aðstofuna heima. Við vitum að það eru heimili sem að einhverjum vegna ekki að styðja nægilega vel upp börnin, að ýta að þeim lestrinum.
og við erum að segja að það skiptir engu máli hver menntun foreldranna eða bakgrunnu þeirra, störf eða eitthvað annað. Það geta allir hjálpa börnunum sínum og eiga að hjálpa börnunum sínum að lesa. En þetta nú auðvitað aðalatriði að endingu að kannski góðu fréttirnar eru þær auðvitað að það skapaðist allt í einu umræða menntamál og lestur sem hefur kannski ekki verið hávær í fjölmiðlum. En eitt sem ég langaði að spyrja þig kannski að lokum. Þetta svona kannski annarskiptis að kemur eitthvað svona bommerta sem að við allavega verðum svona svolítið var við hérna. Fyrsta lagi þessi forsíðugrein í Fréttablaðinu og síðan þetta með framhaldsskólana á sínum tíma og sameiningarnar þar sem þetta virðist vera svolítið svona, hvað maður segja, upplýsingaflæði klúður því að þegar farið að kafa aðeins onni í þetta þá kannski þetta ekki alveg eins og það virðist vera við fyrstu fréttir. Ég þarf menntamálaráðuneytið og þið að íhuga aðeins hvernig þið setið fram ykkar sjónarmið. Ég held reyndar hvað varðar læsisumræðuna að það bara atburðarás sem þessi að það koma niðurstöðu frá Menntamálastofnun, rannsókn þar, tölfræðileg greining á niðurstöðum af einni lestaraðferð. Og það í sjálfu sér hefur ekkert að gera með upplýsingaflæði eða neitt annað en það urðu auðvitað mikla deilur þetta en það alveg rétt hjá þér. Það eru þá deilur menntamál og þá ekki bara kaup og kjör kennara eins og svo gjarnan vil verða þegar að ræða menntamálin sem reyndar mjög mikilvægt málefni en það ekkert síður mikilvægt að við ræðum til dæmis kennsluaðferðir og hvað við erum að gera í skólastarfinu og ég mjög ánægður með þó að það hafi svolítið hvesst í þessu að þetta var helsta frétt í fjölmiðlunum dögum saman, læsi. Ertu þá ánægður með hvernig þú kynntir þessa hluti núna rétt fyrir skólabyrjun? Já, ég kynnti það ekki sko. Málið að þetta Menntamálastofnun sem er með sína rannsóknir. Það kallað eftir þeim af fjölmiðlum því að þetta fellur bara undir þau lög og þær reglur. Ég heyrði að skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri hafði einmitt fengið þetta sent á sama tíma bara á DFF til dæmis. Nú þekki ég það ekki en þetta hefur nú legið held ég fyrir nokkuð tíma en aftur á móti kölluðu fjölmiðlar eftir þessum niðurstöðum og þeir eiga rétt á því að fá þær. Og reyndar held ég að þessi alveg ágætlega hollt fyrir okkur að svona yfirlýsingar eða svona niðurstöður komi í fjölmiðla. Við ræðum það þar vegna þess að það sem ekki gott að það komi einhverjar niðurstöður skólastarfið okkar og viðbrögð sér svo að menn setjast í einhver lokuð bakherbergi og einhvern veginn svona semji sig í kringu það. Ég held að það sé miklu betra, þetta veldi mitt umræðu. Foreldrar taki þátt í henni, blaðamenn eða fjölmiðlamennirnir og fræðimennirnir og allir og stjórnmálamennirnir. Síðan ræða menn sig einhvern veginn áfram með þessu og þar með erum við kannski að breyta svolítið samfélaginu okkar eða umræðinu í samfélaginu að það eru skólamálin og menntamálin sem eiga að vera miklu meiri forgrunni heldur en verið hefur. En enga síður þá finnur alveg fyrir því hversu mikið fagmönnum sárnaði hvernig framsetning var á þessu máli. Ertu sáttur við hvernig þetta var gert? Ég get ekki sagt neitt annað en það að þessar niðurstöður koma fram og í vísindum það þannig að mönnum á ekkert að sárna. Í vísindum það þannig að menn að ræða niðurstöður og vísindarlega nálganir og tölfræðina þar að baki og menn eiga að taka sjálfan sig eða hagsmuni eða eitthvað annað frá. Því að það sem þetta snýst bara ekki einstaka fræðimenn, ekki einstaka stofnanir, þetta snýst læsi barnanna á Íslandi og þá verða all önnur sjónarmið verða í raun og veru að víkja. En það mikið tilfinningamál, lestur og læsi barna mikið tilfinningamál og þeir sem að standa því eru nú yfirleitt ekki hálaunuðu störfum við það heldur af mikilli ástríðu að sinna því og vilja leggja sitt á mörkum og ég veit að það voru ansi margir sem hafa allan rætt mig sem að segjast hafa lagt mikið á mörkum með þennan ástríðu í hjarta að kenna börnum að lesa og kenna læsi og lesskilning og upplifa að þau hafa fengið pungspark við upphaf vetrarins frá menntamálaráðherra. Já, tökum við aftur með þessa umræðu að það er alveg rétt. Fólk leggur sig fram í kennslu og þeir sem eru í kennslunni eru margir hverjir bara í því af hugsunar ástæðum. Ég sonur skólastjóra og kennara og þekki vel þessa tilfinningu alla. En hvað sem öllu slíkur líður og hvað sem öllum tilfinningum líður þá ber okkur skylda til þess að reyna sem bestum hætti að mæla hvað að gerast í skólakerfinu okkar draga því ályktanir, hvort við séum að beita réttum aðferðum eða ekki, hvort það sé að endurbæta þær aðferðir ef þess þarf og svo framvegis vegna þess að það er niðurstaðan sem læsi barnanna og menntun barnanna sem öllu ræður. Þannig að þetta var ekki sett fram með tölfræðilega villandi hætti til þess að þú kæmir síðan á hvíta hestinum og myndir svona hafa áhrif á þinn pólitíska feril? Nei, ekki með nokkrum hætti reyndar og hvað skyldi ég gera það? Ég er menntamálaráðherra og ég hef bara eitt starfa sem er það að reyna að gera sem best fyrir íslenskt menntakerfi. Ef að það hefði nú verið þá hefði nú sennilega alveg örugglega ekki stillt þessu inn á sama tíma. Það hendaði mér ekki að þessi umræða væri sérstaklega í gangi á þessum tímapunkti en við þessu stjórnaði ég ekki tímasetningu hvað þetta varðar. Þessar upplýsingar lágu fyrir inn í Menntamálastofnun og það var hægt að kalla eftir þeim og það var gert. Mér finnst reyndar öll þessi umræða
Svolítið, eins og ég segja, á villigötum hvað þetta varðar, að mér finnst menn svolítið missa sjónar af markmiðinu sem þetta. Burt séð frá aðferðum, burt séð frá stofnunum, burt séð frá einstaklingum, þá snýst þetta bara menntun barnanna okkar. En ég sé það að þið takist í hendur og þið farið stolt af stað, Akureyri sem og önnur sveitafélag hérna á Norðurlandi í þetta verkefni sem að þú væntanlega hefur trú á, annars hefur þú ekki kannski skrifað undir það. Já, þetta bara þjóðþrifamál og ég get tekið undir hvert orð varðandi átakið læsi í sjálfu sér. Þó séum kannski ósammála það sem gerðist hérna núna í ágúst, því miður. Mér fannst þetta klaufaleg framsetning og kannski þó ekki endilega ábyrgð ráðherrans, þá var mjög klaufalegt að Menntamálastofnun að koma með málið svona fram á þessum tímapunkti. En já, að sjálfsögðu, eins og ég kallaði það í ávarpinu, að við tökum í útrétta hönd ráðherrans og vinnum saman að því, ríki og sveitarfélög, að efla okkur í kennslu til barnanna okkar, vegna þess að það umfram allt það sem málið snýst um. Þá væri bara beautiful að sjá okkur takast í hendur að lokum.